Komið sæl, nú ætla ég aðeins að segja ykkur frá starfi AIS, yngra flokkastarfi. Okkar markmið að bjóða upp á tæknilega og góða þjálfun. Við leggjum mikla áherslu á tækniþjálfun 1, 2 og 3, efla leikskilning og vinnum mikið með bolta. Það þýðir ekki mikið atriði að kunna að vera í hóp eða liði, að taka þátt í öllum verkefnum, mæta undantekningarlaust og sinna því sem maður að æfa, sinna því vel. Við leggjum áherslu á að kveikja og skapa jákvæðan metnað fyrir að standa sig vel á öllum sviðum, hvort sem á fótboltaæfingu eða læra heima fyrir skólann eða hjálpa til við heimilisstörfin, svo eitthvað sé nefnt. Við mælum okkar iðkendur á 4 til 6 vikna fresti þar sem þeir gera ákveðnar æfingar, saumaæfingar, sem við sjálfsögðu æfum okkur þess á milli í að gera. Þannig telum við að við getum búið til áþreifanleg sönnunargögn fyrir því að við séum að kenna eitthvað, sem að bæta okkar iðkendur. Það er einmitt kostur og gallar við okkar hópastarfir. Gallarnir kannski ekki hægt að keppa sem sameiginlegt eitt lið, en kosturinn við getum fókusað, einbeitt okkur að því að bæta hvernig við erum að gera hann betri leikmanni. Okkar iðkendur eiga kost á því að mæta á sameiginlegar æfingar í Hamarshöllinni. Þær æfingar byrja núna 1. október og við hvetjum alla hindriði sem eiga kost á og geta til að mæta þær æfingar. Og þá hitta þau krakkana sem þau eru að keppa með. Það skiptir miklu máli að kynnast og það er bara gaman að koma og taka þátt í fjölmennum æfingum. Þannig að hvetjum alla til þess að gera það sem eiga kost á því. Við erum með síðu sem heldur utan yngra flokkastarfið okkar sem slóðin á irfc.weebly.com. Þar allt mögulegt. Myndir úr starfinu, fróðleikur, heilsu og næringu, þar eru öll okkar markmið og foreldrabæklingur og meira. Þannig að ég hlökkum til að sjá sem flest á æfingum og höfum gaman saman. Over and out.